skiptir tölunni 135 í tvo liði þannig að... Stopp. Annar pluss hinn er jafnt á 135. Það eru 2 liðir hérna. Ok. Þannig að margfeldi þeirra verði 3686. Margfeldi þeirra verði 3686. Það sem borgar sig að gera er að reyna að koma sér í annarstigsjöfnu. Og við erum orðin vönari að vinna með x-in í annarstigsjöfnu heldur en y-in. Þá ætlum ég að reyna að koma til þannig fyrir ég geti sett eitthvað í staðinn fyrir þetta hér sem er það með x í. Og það ger ég með því að vinna í þessari jöfnu. Ég einangra y-ið. Það er að segja ég flyt x-ið yfir samansemmerkið. Þannig að y-ið verði jafnt og 135 mínus x. Ég flutti bara x-ið yfir. Það sem ég fæ út úr þessu er, sjá til, þetta hérna og þetta er eiginlega nákvæmlega sama. Þetta er nákvæmlega sama Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að setja þennan pakka hérna inn í staðinn fyrir það sem er hér. Þá lítur jafnan út svona. Og ég ætla að nota rauðan sem táknar það. Samsem 3, 6, 8, 6. Þá er jafnan komið eintóm x. Make sense? Og þá er bara að koma sér eintóma liði og koma svo öllu bönsinu yfir þetta vinstra með samansemmerkið. Það þýðir að ég þarf að margfalda x í hérna inn, þá fæ ég 135x. X sinum x er x í öðru. Bara hvers konar x í öðru? Þetta er pluss. Nei, mínus. Og það er, já, pluss og mínus. Saman sem 3, 6, 8, 6. Komum öllu dótinu yfir hérna vinstra megin. Og nú ætlum ég að raða þessu upp. Þannig að annað veldi verið fyrst, svo fyrsta veldi og svo núllta veldi. Þannig að þetta verður mínus x í öðru. Pluss 135x mínus 3. Það er að gera þetta betur. Við höfum samansemmerki hérna á eftir. 3, 6, 8, 6. Jafnt og hvað? 0. Ég veit þú ræður við að klára hérna. En á stóra trikki var að smíða jöfnuna. En það sem þú hefur í upphafi er 2 jöfnur. Og þú leikur þann leik að þú vilt nýta þessa jöfnu hérna þar sem þú bara með x-in. Sem þýðir það að til þess að þú ert eitthvað annað í staðinn fyrir þetta y. Þá horfur á þessa jöfnu hér og einangri y-ið. Þá færðu út hvað y-ið er í raun og veru og settu það í staðinn fyrir y-ið hér. Þetta heitir innsetning. Þá ertu eiginlega að setja þennan pakka hérna í staðinn fyrir y-ið. Meikar þetta sens? Já, ég held það. Eftir þetta, þegar þetta er komið, þá er þetta raun og veru bara piece of cake að reyna að hérna leysa. Er þetta bara A saman sem B saman? Jú. Við skulum bara reyna að taka það hér. Þú vilt, á ég að taka það á töflunni eða viltu reyna það? Ég skal bara gera. A er jafnt og gerum strik hérna til þess að einangra hérna vinningssvæðið. Og þú gleymir alltaf formerkjunum. Þú myndir ekki muni eftir en þú lífið ætla yfir. Ok, A jafnt á mínus 1, B er jafnt á 135 pluss og C er mínus 3, 6, 8, 6. Ok. Já, þú ert að skrifa jöfnuna fyrst. Já. Ok. Góður. Gerðu
eru svo strik til þess að einangra vinnusvæðið frá. D er jafnt á 135 í öðru veldi mínus 4 sinnum mínus 1 sinnum mínus 3686 og þú setur svigatölu það líka. Ok, 135 í öðru veldi. Það er einhver glæsileg tala. Þú vilt hafa mínus þarna. Þú vilt nefnilega með mínus fjarkan sinnum mínus 1 sinnum mínus. Það verður pluss. Bíddu. Skoðum þetta bara, róleitunum. Gott, þetta á að vera mínus. Og sérðu á hverju? Er það út af þessum tveim? Tveir mínus en þetta gefið plús. Það er 1 mínus, annar mínus, 3 mínus. D er þá saman sem einhver falleg plústala. 3000 eitthvað. Ok, D er mætt. Já, mátt skrifa það þarna líka, það er allt í lagi. Það er ágætt að hafa það sem part af stafrófinu. Þá er það seinni síðasti parturinn. Ég ætla að gera hérna x1 jafnt og x2 jafnt og. Þannig ég vil fá svörin þarna. Ok, mínus b pluss mínus kvadratrótinu d deilt með 2a sem þýðir það er mínus 135 pluss mínus kvadratrótina 3481 deilt með tvisvar sinnum mínus 1. Ok. Ef við gerum bara mínus 135 strax. Eða ætlar að leysa þetta strax í x1 og x2. Það er pröfa rótina. Já, það er fínlega. Er það ekki bara fín tala? Jú, 59. Pluss. Hvers konar tveir verður þetta? Já. En ætlar að halda þetta áfram sem tvær jöfnur ætlar að skitsa núna í... Ég ætla bara að reikna út þessari og svo reikna. Ok, þannig að þetta er x1. Hvað færi fyrir ofanstrykk? Og það er deilt með. Og þetta verður þá... Ekki. Gerðu mínus 135 pluss 59 aftur.
er mínus... Skoti. Snillt. Þá er það x2. Mínus 135 mínus 59. Mínus 234. Nei, 234. 194. Já, 194, já. Snillt. Nei. Mínus og eftir verið hann. Nei. Ok, gefðu mig eitt greiða. Hann sagði í upphafi að ef þú leggur í tvær tölur saman þá fyrstu 135. Ertu til að leggja þessar tvær tölur saman og gá hvað færð út? 135. Ok. Ertu til að margfalda þær saman og gá hvað færð út? Þannig að þetta eru réttu tölurnar. Japs. Erfiði parturinn var ekki að leysa í jöfnunni hérna. Það er alveg ljóst. Erfiði parturinn var að koma þessu í eðlilegt form. Ég með hettunni hérna. Þegar þú smíðar svona jöfnu, þá var þetta sagt í orði. Og það sem þú gerir, þú tekur þér penna í hönd og blað og þú reynir að rissa upp skýringamynd. Og í orði þá sagði hann 135 er summa tveggja talna. Eða ég gerði 2 liði sem að samanlagt gefa 135. Ég man ekki nákvæmlega undir orðað, en allavega þá myndir þú smíða þá fyrri setninguna svona. Í hinni þá var margfeldið þessara talna 3686. Það þýddi að þú ert að vinna með þetta hér. Gjörðu svo vel, gerðu gott úr þessu. Og trikkið er að vinna með liðajöfnuna hérna. Einangruðu annan liðin. Ef það hefur einangrað x-ið, og nú ætla ég að þurrka aðeins út, nei, ég ætla að taka ljósmynd, svo ætla ég að ræða við það. Já. Nei, ég gera það bara hérna. Þetta sést reyndar ekki í vídeóinu. Ég held ég að við ekki stillt á. Nú kannski næsta. Sko, þú hefðir getað gert þetta svona. X plus y er jafnt á 135 og x sinnum y er jafnt á 3686. Þú hefðir getað tekið þessi jöfnu hér og gert x er jafnt á 135 mínus y. Þá hefði þetta hér komið í staðinn fyrir x-ið. Þá hefði staðið hérna 135 mínus y sinnum y er jafnt á 3686. Og þá ertu komin í nákvæmlega sömu stöðun og varst hérna, nema hvað í staðinn fyrir x-ið þá er það y. Og svo þegar þú hefur margfaldið inn í svigan, y sin y er mínus y í öðru. Y sin 135 plus 135 y. Og svo það eru flutt 3686